Herru, þá ætla að kíkja þetta með 3D6 til 3D8 og ég ætla að byrja fyrst að kíkja þetta sýnda með 322. Ok, nú í þessu 327 þá eitthvað fyrirtæki sem að selja einhverja x marga vörur. Og þegar að selja þessar vörur þá græðir það eitthvað. Það þennan H. Þetta hagnaður og hagnaðurinn H hversu mikið við seljum þetta x-ina. Og ef maður hendur þessu upp í GeoGebru þá lítur þetta eitthvað svona út. Hérna H(x), hagnaðurinn, og hérna x, fjöldi vara sem við seljum. Og ef þú ert fyrirtæki, eða vinna fyrir fyrirtæki, þá viltu komast hingað. Því að þetta hérna mesti hagnaðurinn. Og lífið snýst pening, þannig að við viljum fá sem mestan pening, þannig að við viljum finna þetta hérna þennan punkt. Og við vitum að í þessu punkti að þá hallatalan 0. Þannig að við viljum vita hversu margar vörur eigum við að selja. Og þá bara maður hérna og ég vil diffra þá þetta fall. Þá fæ ég mínus 2x pluss 1000. Ég setja þetta sem 0, því að ég vil að hallatalan sé 0. Reiknum út þessu og ég fæ x sama sem 500. Og hérna 500. Ok? Þannig að ég ætla að selja 500 vörur, en maður getur spurt sig hver hagnaðurinn þá? Hver hagnaðurinn? Þá vil ég taka fallið mitt, upprunalega fallið, ekki afleiðina, því afleiðin bara hallin. En fallið H af x, það segir til hagnað. Ég ætla að finna hagnað þegar x 500. Þá verður það bara mínus 500 í öðru, pluss 1000 sinnum 500. Út úr kemur því 250.000. Það þá okkar hagnaður. Ok. Þá koma núna 3 dæmi, orðadæmi, sem mjög vinsæl hjá nemendum. Dæmi 3D6, 7, 8. En í 3D6 að þá þið með eitthvað x marga starfsmenn. Þannig að x ég ætla að skrifa hérna heildar fjöldi starfsmanna. Og þetta K af x hérna, þetta kostnaður. Þannig að hérna að ráða fólk í vinnu, það eitthvað kostnaður. En ef maður lesi hérna aðeins nánar, þá þetta þú og 5 aðrir vinir að stofna fyrirtæki. Þannig að þeir eru 6 manns. Ok? Þið 6 eru of fá til að sinna allir nauðsynlega vinnu. Og ef þið ráðið of marga starfsmenn, þá verða sumir verkefnalausir og það kostnaðarsamt. Þannig að 6 eru of fáir, en við viljum ekki á sama tíma ráða of marga. Síðan spurt, hver heildarkostnaðurinn ef þið ráðið einni vinnu? Og það sem verið að spurja þar í A-lið hvað K7? Af hverju K7? Jú, af því að það eru 6 að vinna hjá fyrirtækinu og ef þið ráðið einni vinnu, þá eru þið 7. Og X heildarfjöldi starfsmanna. Ekki hversu margir ráða inn, heldur heildarfjöldi. Þannig að K7, þá setur maður bara 7 hérna í fallið og maður fær eitthvað á rámsu. Ef þið ráðið inn 2, það þá bara K8. Ok, þannig að þá að finna út kostnaðinn. En það sem við viljum finna ekki hérna hámark í þessu dæmi, heldur lágmark. Við viljum lágmarka kostnaðinn. Þannig að það sem oft sniðugt að gera að henda þessu upp í hérna GeoGebru og ég man ekki hvernig þetta fall lítur út. Það eitthvað svona og við viljum finna þennan heitapunkt. Þannig að hérna
k af x, hérna er x og við viljum vita hversu margir starfsmenn viljum hafa til þess að lágmarka kostnaðinn. Það sem við þurfum þá að gera er að þá þurfum að diffra þetta hérna, finna afleiðina og hérna erum við eitthvað undirstriki en þið þurfum að rifja upp hérna ákveðna reglu varðandi diffrun þegar maður er með x upp á striki og x undir striki. Diffra það, setja það sem 0, afleiðina sem 0 og síðan er bara dæmi orðið eins og sýni dæmi sem við vorum að gera hérna undan. Hérna er dæmi 7 og þá er bóndi einn hefur keypt 100 metra af girðingarefni og ætlar að búa til réttlæting fyrir hrossin, þannig að hafa sem mest pláss, það sé flatarmál. Þannig að við erum með girðingu, inn í girðing og við vitum að ummál er sama sem 100 metrar. Ok, og við ætlum að kalla þetta hérna, afsakið, jú, þetta verður breidd og þetta verður lengdin. Nei, tekið tilbaka, tökum þetta út, komið ný og flottari girðing. Við ætlum að kalla þetta hérna x, þessi lengd hérna er x, þetta hérna er þá líka x, ok, en hvað er þessi hérna lengd þá mikil? Ef að þetta er x og þetta er x, hvað er þá lengdin mikil? Nú, maður getur hugsað þetta sem þannig að ef maður myndi skipta þessu í tvennt, við tökum þessu girðingu og skiptum henni í svona tvennt, akkurat tvennt, og þá er ég sammála því að þessi hérna helmingur sem er hérna hægra megin, hann er með ummálið 50, eða sem sagt lengdina 50, allt þetta hérna er 50, allt hérna hinum megin er líka 50 metrar, samtals 100 metrar. Ok, þannig allt þetta hérna er 50 metrar. Hérna þessi hérna bútur, hann er hálft x, þessi hérna bútur er líka hálft x. Það er að segja samtal 1x. Þessi hérna bútur, þessi bútur er samtal 1x. Allt saman er 50. En þá veit ég að þessi hérna partur, hann er þá 50 mínus x. Af því að allt saman hérna, þessi hálfur hérna kassinn, hann er 50 og ef hérna er samtals x, þá lítur þetta að vera 50 mínus x og þetta er líka 50 mínus x. Ok, þá getum við reiknað út hvað er flatarmálið. Flatarmál, og við ætlum að kalla það ax. Ok, flatarmál á kassa, það er bara lengd sinni breidd. Ok? Lengd sinni breidd, ja, breiddin er hérna x og lengdin er 50 mínus x, þannig að við ætlum að setja það í svega, 50 mínus x og ég get reiknað upp, eða margfaldið upp á sögunum, þetta verður 50x og þetta verður mínus x í öðru. Ok, og ef ég myndi teikna þetta upp, þetta fall, flatarmálið, það sem hérna er flatarmálið á, og hérna er okkar x, og þá lítur þetta svona út. Ok, þetta er okkar x. Hérna er flatarmálið og við viljum finna hérna punkt, mesta flatarmál, þannig að hrossin hafi sem mest pláss og enn og aftur þessi punktur, þetta er það sem er a diffrað af x er sama sem 0. Þannig að þið getið tekið þá
þetta fall hérna, diffra það, setta saman sem 0 og þá finnið þið x-ið hérna. Ok, og þegar þið búin að reikna x-ið hérna, þá getið þið reikna út heildar flatarmálið. Þegar þá vitið þið þessa lengd, þá vitið þið þessa lengd og þá getið þið sett það inn í þessuna jöfnu. Ok, gaman. Síðan verður þetta aðeins flóknara í dæmi 8 því að þá er eitt hrossið með eitthvað leiðindi og byrja að meiða hinn hrossin og þannig að við erum komið með nýja girðingu sem eru 600 metrar og með þessu 600 metrum ætlum við að búa til 2 hólf. Jafnstór, þetta er mikilvægt, jafnstór hólf. Og við ætlum að kalla þessi hérna lengd x, þetta er þó líka x og þetta er þó líka x. Ok? Eins og áður, ef ég hugsa bara helminginn af þessu hérna, gerir svona, að þá er allt það sem sést hérna 300. Allt er 600, þannig að ef ég skoða hérna helminginn, þá hlýtur það að vera 300. Hérna er ég með hálft x, hérna er ég með hálft x, hérna er ég með hálft x. Samtals 1,5 x. Þessi lengd hérna, hún hlýtur þá að vera 300 mínus 1,5 x. Og þetta hérna er líka þá 300 mínus 1,5 x. Og það sem við viljum gera, við viljum eins og áður hámarka flatarmálið. Þannig að við erum að teikna myndir hérna. Við viljum bara finna flatarmálið. Flatarmálið er bara lengd sinni breidd. Það er x 300 mínus 1,5 x. Þetta verða 300 x. Nú er ég reiknað dæmi fyrir ykkur, ég á ekki að gera það. Þetta er flatarmálið, heildarflatarmálið. Þið viljið hámarka það, þannig þá diffrið það og setjið það saman sem 0. Og hérna er spurt hver er flatarmálið fyrir annað hólfið, ekki heildarhólfið, heldur bara annað hólfið. Og þetta geta ég lýst það.